Jæja, góðir áheyrendur, velkomnir í þátt númer 132 af sjónvarpslausum fimmtudögum. Við sitjum hér á miðvikudagskvöldi í hljóðverinu í Vonarstræti og ætlum að fara yfir atburði síðustu daga og svona rúmrar viku. Það margt sem gengur á núna, efnahagsmálin eru á verri stað heldur en væntingar voru vaxtaákvörðunardagur í morgun þar sem að Seðlabankinn hélt vöxtum óbreyttum en augljóslega með semingi og miklum útskýringum. Setti svona í svona mildi sinni kíkinn fyrir blinda augað gagnvart í áhrifunum sem að ákvarðanir ríkisstjórnarinnar höfðu þær sem voru teknar í lok síðasta árs með skatt- og gjaldahækkunum upp á 10 milljarða. Já. Þannig að hvernig líst þér á stöðuna? Og því við byrjum svona á hressunótunum. Já, þetta uppörvandi. En það eitt og annað að koma á daginn og það ekki hægt að halda því fram á hálfu ríkisstjórnarinnar, fjármálaráðherrans eða forsætisráðherrans að þetta komi algjörlega óvart. Þessar ógöngur sem að hagkerfið er lent í aukin verðbólga og vaxtaákvörðun sem að ég hugsa að flestir bara telji að sé vel sloppið að hafi ekki leitt til hækkunar. Já. Því að í útskýringum Hagstofunnar fyrst þegar að verðbólgutölur voru kynntar og svo aftur núna í peningamálum Seðlabankans samhliða vaxtaákvörðuninni, þá er farið býsna ítarlega yfir það hvað hafi leitt til verðbólguaukningarinnar. Og það eru nákvæmlega þau atriði sem að við reyndum okkar besta til að vara við áður en ákvarðanirnar voru teknar hérna fyrir áramót og ég held að ég með þess að spáð fyrir afleiðingarnar. Fjármálaráðherrann tók því tiltölu illa, spurði hvort að ég ætti einhvers konar kristalskúlu að geta séð þetta fyrir en það þurfti ekki kristalskúlu til þess að sjá hverjar afleiðingarnar af stefnunni yrðu. Það að auka ríkisútgjöld 143 milljarða, það að hækka hinn ýmsu gjöld, sérstaklega vörugjöld á bifreiðar og þessa nýju ökuskatta, kílómetragjaldið og margt fleira mætti telja til. Það þurfti ekki kristalskúlu til að sjá það fyrir. Var þetta ekki augljóst í rauninu öllum hér bil nema þeim sem sitja við ríkisstjórnarborðið og kannski nánustu svona meðreiðarsveinum þeirra? Jú, en það furðulega er að jafnvel þegar að staðreyndirnar liggja fyrir og afleiðingarnar eru komnar í ljós, þá reyna fjármála- og forsætisráðherrann að tala sig út úr þessu með all sérkennilegum skýringum. Þau virðast nú vera helst að komast á þá niðurstöðu að þetta sé allt fyrirtækjunum að kenna og fyrirtækin sé ekki að spila með, minna á að menn verða að spila með planinu. En hvert er planið? Planið fram að þessu hefur verið það að auka ríkisútgjöld og hækka skatta og gjöld. Og hvað eiga þá atvinnurekendur að spila með í þeim skilningi að láta berja sig af hálfu ríkisins? Það verðist krafa Kristrúnar. Já, ríkið gefur tóninn eins og varað við núna mörg áramót. Ríkið leggur línurnar með ákvörðunum sínum í fjárlögum og þegar gjaldahækkanir og skattahækkanir taka gildi áramót, þá fylgja hinir á eftir. Og þetta var algjörlega fyrirsjáanlegt. Við höfum hort upp á þetta oft áður. En það virðist jafnvel skorta skilning á því hvernig atvinnurekstur gengur fyrir sig hjá þessari ríkisstjórn. Því að hún virðist telja að það sé endalaust hægt að hækka gjöldin en það skilir sér ekki út í verðlagið. Auðvitað gerir það og það eru skattgreiðendur, það er almenningur, fólk sem borgar alla skatta á endanum. Líka fyrirtækjaskattana? Líka fyrirtækjaskattana. Fyrirtækin borga ekki annan til ríkisins en það sem þau hafa tekið hjá viðskiptavinum sínum. Þannig að þessar fullyrðingar fyrir kosningar að skattar yrðu ekki hækkaðir á venjulegt fólk. Þetta var augljóslega bara til þess ætlað að villa fyrir almenningi og nú sjáum við afleiðingarnar. Sleggjan, hún hefur verið tekin upp en hún virðist vera notuð til þess að berja á hagkerfinu og verðmætasköpun í landinu.
Já, já, og þetta er svona, svo sér maður líka, ég hélt að það væri nú bara, hann hefði farið öfugmegin fram úr hérna gamli háskóla, hérna prófessorinn Daði Már Kristófersson þegar hann talaði á þeim nótum í fyrra, eða á síðasta þingi, að sko skattahækkanir væru þetta til þess ætlaðar og myndu virka þannig að þær myndu draga úr verðbólgu. Bara því að það væri að draga úr þess sem að, þeim fjárhæðum sem að Já, já. fyrirtæki og heimili hefðu til ráðstöfunar. Það mætti þið samsvega færa ef að ríkisstjórnin væri að spara þessa peninga Já, já. nota þá til niðurgreiðslu skulda og þar á myndi götunum. En á meðan ríkisstjórnin Já. eyðir þessu bara í einhverja nýja vitleysu Og tekur lánaðu ekki. og tekur lánað auki, þá er það ekki verðbólguletjandi. Nei. Það er bara ríkissjóður að eyða peningum sem fyrirtæki og heimili væru betur fallin til að verja, sko. Og svo kemur Kristrún með þessa sömu dellu núna. Já. Bara, ég held að hafa verið í þessu viðtali á Bylgjunni sem að þyrfti nú reyndar heilan þátt til að fara í gegnum. Sko, það var svona hliðarveruleikin hefur sennilega aldrei birst manni skýrar. Kristrún var þarna í svona ábyggilega tæplega hálftíma viðtali og það, ég bara var búin að missa tölun á þeim atriðum þar sem að maður klóraði sér í kollinum og hugsaði með sér bara ætli Kristrún sé að vona að enginn sé að hlusta. Já, já. Því að það voru þannig atriði sem að forsætisráðherra var að leggja fram. Þú viljast allavega vonast til þess að enginn skilji Já, já, já. að það sé hægt að plata fólk. Það getur eiginlega ekki verið að þau trúi þessu sjálf, öllu sem þeir að segja núna. Ég held bara sko hagfræðingarnir við ríkisstjórnarborðið, þeir vita að þetta er þvæla. Já, já. Og bara annað væri bara áfellisdómur yfir sko hagfræðikennslu á Íslandi. Einmitt. En lengi skal mannin reyna sko ég held einhvern veginn skilaboðin sem ríkisstjórnin er að senda og hefur sendt getur ekki leitt til neins annars en hækkaðra verðbólguvæntinga og þess að verðbólga haldist há og að vextir haldist háir. Já, já, það er náttúrulega hægt að fara þessa leið og taka hann alveg til enda, þessa leið sem að fjármálaráðurinn hefur verið að reyna að rökstyðja og eftir atvikum forsætisráðherrann, að reyna að hafa heimil á verðbólgu með skattlagningu og fara bara í 100% skatt, þannig að enginn hafi úr neina að spila, en svo... Ertu vissum að þau verið til í að stoppa þar? Það er til dæmi yfir 100% skatt og varð meðal annars til þess að fjármagnstekjuskattur í verðbólgu fjármagnstekjuskattur í verðbólgu fer langt yfir 100%. Já, já. Ég hugsa á tímabili hafa hann farið yfir 200%. En við sjáum það nú bara í framsetningu fjárlaga, sko, hvort sem fjármálaráðherrann eða kontóristarnir í fjármálaráðundinu, þá virðast þeir sem þann text að skrifa telja þetta nú meir og minna allt saman, ef ekki allt raunveruleikni ríkissjóðs og svo er bara spurning miklir skattstyrkir eru veittir til heimila og fyrirtækja. Það er viðhorfið og hefur lengi verið að allt það sem fólk fær að halda eftir af sjálfsafla fé sínu, tekjum sínum, því sem það vinnur fyrir, allt sem það fær að halda eftir er í rauninni gjöf ríkisins til þessa fólks. Ógeðsleg nálgun. Alveg bara stóru undarleg. En já, skattar geta hæglega farið yfir 100% eins og þú nefndir varðandi fjármagnstekjuskattinn og sama má segja jafnvel tekjuskatt. Astrid Lindgren, barnasögu höfundur sænskur, skrifaði Línu Langsokk og fleiri bækur. Hún vakti athygli á þessu í Svíþjóð á sínum tíma, mikill sósíaldemókrati sjálf, en var nóboðið þegar hún var farin að borga 102% tekjuskatt. Og það svona var til þess að það var svolítið umræða skattastefnuna sem þá var ríkjandi í Svíþjóð. Og menn töldu kannski nóg komið og tímabært að huga eitthvað að þessu. En það sem á kannski að valda manni ennþá meiri áhyggjum er að ríkisstjórn Íslands stefnir núna á, það er ekki stefna, en það er afleiðing af stefnunni, af aðgerðum, að ná niður verðbólgu með því að berja niður hagkerfið og verðmætasköpun. Já, já. Og þetta í rauninni kemur fram í rökstuðningi Seðlabankans fyrir því að þeir skuli ekki hækka vexti, að menn sjá fram á samdrátt hérna á komandi mánuðum og misserum. Bara ríkisstjórnin er búin að rota og Seðlabanki vill ekki vera svo sem dauðrótar. Já.
Þetta eru þetta sko áhyggjuefni og maður einhvern veginn að því að þessi ríkisstjórn og kannski sérstaklega Kristrún Frostadóttir annars vegar og þessi svona melding það að hagfræðiprófessor yrði í fyrirsvari efnahagslega fyrir Viðreisn. Þá held ég mjög margir sem að kusu þessa tvo flokka vegna efnahagsmáluna. Að nú kæmi þarna inn gengi sem að næði stjórn á ríkisútgjöldunum og verðbólguvæntingunum, verðbólgunni, vöxtunum, þetta er allt keyrt niður og ef ekki vildi betur lamið niður með sleggjunni. Já, já. Og nú bara komið á daginn að menn voru plataðir, bara rétt eins og strandveiðimennirnir sem við höfum kannski betur í á eftir. Já, já. En það er líka bara, þegar að raunveruleikin liggur fyrir, þá er hort fram hjá honum, það er hort fram hjá veruleikanum ennþá og bara búna til nýjar sögur. Þetta er eins og krakki sem hefur gert eitthvað af sér og byrjar að segja ósatt. Ertu að segja tala um sögurnar úr hliðarveruleikanum? Já, sögurnar úr hliðarveruleikanum og þær koma þrátt fyrir að þessu til að mynda áhrif vörugjaldana hafi ekki reynst 0,1% stig eins og fjármálaráðuneytið gerði ráð fyrir, ekki 0,4 til 0,5 eins og greiningaraðilar spáðu, heldur 0,6 eins og kannski við helst spáðum. Já, nákvæmlega. En þá er 500% hærri heldur en fjármálaráðherra taldi. Já, þá er þessi bara skellt á atvinnurekendur. Þú veist ég línuritið. Heyrðu, þetta er rosalegt línurit sko. Að því Seðlabankinn reynir nú alla jafna að vera mjög kurteis og talandi rós. Þá er línuritið sem birtist í morgun frá því með þetta þannig að það getur ekki talist neitt annað en raskelling gagnvart ríkisstjórninni. Já. Og bara fyrir hlustendur, þá erum við að tala um línuritið ef þú kannski tekur snúning á því. Já, línuritið sýnir áhrif ólíkra þátta á verðbólgu eða hækkun vísitölu neysluverðs sem er nú svona í grófum dráttum sami hluturinn þótt það sé ein af leiðum fjármálaráðherrans framhjá þessu öllu að segja það sé alveg sitt hvor hluturinn. En verðlag hefur hækkað fyrst og fremst vegna gjalda ríkisstofnunarinnar og þá sérstaklega á bifreiðar og í þessu línuriti og kannski ekki gott að tala um línurit í útvarps- eða hlaðvarpsþætti nema að hafa mynd. Ef einhverju klára sig að því þá voru það við. Já, það sýnir svona sveiflur eins og línurit jafnan gera. Þetta er ekki sveifla. Nema í þessu tilviki þá er bara bein lína upp. Þetta er bara eins og raketa. Já. Þetta er semst fyrir þá sem er að fletta peningamálum eins og allir ætti að vera að gera núna. Þá er þetta mynd númer 17 sem heitir verðlagsþróun valdir undirliðir. Og það er dregið fram húsnæði, matar og drykkjavörur, föt og skór og bifreiðar sem að springa í loft upp sem áhrifavaldur. Af hverju skyldi það nú vera? Já, af hverju skyldi það vera? En það kom reyndar fram bæði hjá Hagstofunni og Seðlabankanum. Það er ákvarðanir ríkisstofnunarinnar með sínum fyrirsjáanlegu afleiðingum. Og það er ekki svo tekjurnar munu aukast til samræmis við þetta. Fólk keypti margt hvert bifreiðar fyrir síðustu áramót, hafandi séð fyrir þær verðhækkanir sem að ríkisstjórnin boðaði. Og það mun ekki fyrir vikið skila eins miklum tekjum eins og þau hefur gert ráð fyrir að yrði. Þannig að allt er þetta á sömu bókina lært. Það er verið að ráðast í aðgerðir sem á sama tíma auka verðbólgu og leið aukast tekjur ríkisins ekki til að fylgja því. Hver heldur svona í ljósi stöðuleikareglurnar sem ég hef nú kallað tjakk, skattatjakk? Já. Hver heldur að áhrifin verði þegar tekjur af núverandi gjaldahækkunum skila sér ekki? Hverjar sem þær eru, hvort sem þær voru lagðar á í síðastlið sumar eða núna í desember? Hver heldur að lausnin verði? Heldur að það verði aðhald eða heldur að það verði meiri skattar? Þá verðum við aðeins að segja hlustandum út á hvað stöðugleikareglan svo kallaða gengur. Hún gengur út á það að það megi ekki auka ríkisútgjöld umfram ákveðið nema
að hækka skatta. Akkurat, hækka skatt og gjöld, Já, þannig að þetta er þá máttu skattahækkunarregla. gera hvað sem er að mati Kristrúnar. Já, sem segir okkur það að, Og Ingu Sæland, sem er alvarlegra. já, það er alveg bókúta fyrir sig. En svona í ljósi þess hversu kær þessi skattahækkunarregla er, stöðugleikareglan, kallaðu það, þá held ég við getum alveg gefið okkur hverjir afleiðingarnar verða. Já, það er bara af verkonum skulum við þekkja þau og hinga til hefur allt verið leyst með skatta- og gjaldahækkunum. Já, Hugsa sér að hækka skatta og gjöld 30.000 milljónir, rétt það bil, í desember, í fyrstu fjárlögum þessar ríkisstjórnar, þegar sko eitt kjarnakosningalofvörð flokkana tveggja sem einhverju ráða þarna, Samfylkingar og Viðreisnar var að hækka ekki skatta á fólk og fyrirtæki. já, Allavega, þú veist, eins og sjávarútveginn þá í hægum skrefum yfir langt tímabil í samráðu við geirann. En síðan, þetta er auðvitað ósangjart hjá mér, að tala að þau svíki sín lofvörð, sko, því að við erum auðvitað með nýjan héraðsmeistara ef ekki Íslandsmeistara í flokki fólksins. Þetta er að verða alveg ótrúlegt, sko, horfa á, sko, furðumálin sem sá flokkur dregur hérna inn í þingsali og Samfylking og Vinstri græn, Samfylking og Viðreisn hafa þá lausn eina að því er virðist að þegja, já, bara taka ekki þátt í umræðunni til þess að hleypa ekki stjórnaranstæðingum í andsvör við þingmennina sem að það myndi gera. akkurat. Og þetta er sko, það er Sigríður Andersen lýsti ágætlega að það blasti við að flokkur fólksins hefði einhvers slags hreðjatak á Samfylkingun og Viðreisn. Og það er nú væntanlega gagnvart Viðreisn út af Evrópuruglinu. Og hvað Samfylkinguna varðar, þá auðvitað vill Kristrún ekki missa forsætisráðuneytið, því að það er nú ólíklegt að henni takist að skrúa saman öðruvísi samsetta ríkisstjórn miðað við stöðuna núna. Já, nýjasta dæmi þetta eru áformaðar breytingar á almannatryggingalögum sem að hafa náð, þetta frumvarp ríkisstjórnarinnar hefur náð að sameina verkalýðshreyfinguna, öll samtök á atvinnumarkaði, samtök atvinnulífsins og undirsamtök. Þetta er bara landsþekjandi andúð í garð þessa frumvarps. Og ekki gleyma, fjármálaráðuneytið Já, já. og fjármálaráðherrar Sem- sem sett út á eigið frumvarp eða sem frumvarp eigin ríkisstjórnar. Já, já, sem situr bara að krossa sig og hugsa bara þá vil ég frekar annað verðmætasköpunin haust heldur en þetta mál frá flokki fólksins. Já, En þarna, fyrir áheyrendur þá hérna var einmitt verið að ræða þetta mál í gær, þriðjudag, þetta almannatryggingamál flokks fólksins. Og þarna sátu Samfylkingar og Viðreisnarmenn í þingsal eins og dæmdir og þáðu þunnu hljóði fyrir utan stöku andsvör. En það eru auðvitað að því og bara skiljanlega þeim er vorkunn þingmönnum Samfylkingar og Viðreisnar að þurfa einhvern veginn að taka þátt í að bera þetta í gegnum þingið. En ég meina svona mál eru búin að fara í gegnum ríkisstjórn, þau eru búin að fara í gegnum þingflokka Samfylkingar og Viðreisnar, Já. þannig að þau eru auðvitað í boði Samfylkingar og Viðreisnar. Af hverju svona mál? Ég bara Viðreisn er sennilega til í að kosta hverju sem er til að fá að halda áfram að labba í átt á Brussel. Já. Þú veist, það er ekkert sem bendir til þess að það sé neitt of dýrt í þeim efnum. Og þetta er einhvern veginn, svo sjáum við sko sjávarútvegstengt mál eins og grásleppuna og strandveiðimáli, þar sem að núna, það var reyndar hérna, maður á að fara varlega að blási í eigið hotn, en ég fór í fyrirspurn á innviðaráðherra sem heldur núna á byggðapottinum á mánudaginn og spurði út í hérna strandveiðimálin og byggðapottarna sem eru kallaði 5,3% pottar. Já. Og þar gekkst ráðherrann Eyjólfur Ármannsson bara við því að það væri engin leið að uppfylla kosningalofur flokks fólksins. Já. Og það væri svona, já, það væri markmið í einhverju draumaveröld. Já, ég sá þetta. Það var þó velgert að fá hann til að segja þetta. Ég þakkaði Eyjólfi fyrir hreinskilina. Þetta er auðvitað bara þannig að strandveiði sjómenn og fjölskyldur þeirra voru plötuð af flokki fólksins til stuðnings fyrir rúma ári síðan. En það sama gerðist með Samfylkinguna sem lofaði að ganga fram á skynsemi í efnahagsmálum. Og menn bara stund trúðu því og enn frekar plötuðu Viðreisnar og Samfylkingin sagði, við erum ekki að fara að kljúfa þjóðina með einhverjum Evrópumálum núna.
Heyrðu, hvað gerist? Til að síðan skapa frið á stjórnarheimilinu, nú þá bara öllum málum Flokks fólksins kyngt, Evrópugöngutúr bara hraðlestin þýtur áfram Já, já. og allir eru svo uppteknir að því að kaupa frið hvor frá öðrum og pirringurinn auðvitað vex í einhvers slags veldisfalli af því að við erum komin á sama stað með þessa ríkisstjórn eftir 1 ár og það tók ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Viðreisnar 5 ár að komast á. Já, akkurat. Þau fengur reynda smá góðvilli, en Og þeim fengu hvíld, sko. Þetta var bara eins og körfuboltamaður sem fær að hvíla sig í heila leikluta, sko. Þannig að ég held að það er mjög ólíkt í íslenska og króatíska handboltalandsliðinu á Evrópumótinu. Þeim fengi ekki að hvíla sig og Nei, þess vegna erum við ekki Evrópumeistarar. nei, kannski sanngjarnt að þessi 2 lið sem hvíldu aðalleikmenn sína eiginlega ekki neitt hafi mæst í úrslitaleikum verðlaun. Svona svipa þreyttir og bæði liðinu þetta lendi í þessu þrota skipulagi alþjóða handknattleiks sambandsins. Er egypski læknirinn að þá stýra því? Sennilega fáir meira spiltir en hann í íþróttaumhverfinu öllu. Eftir skammar ræðunans dags þarna á blaðamannafundunum þá datt ég í einhverja kannuhólu á netinu umræðu handbolta í Króatíu. þar sem þetta virðist vera mjög pólitískt mál. Þeir fögnuðu nú degi sem mikilli hetju. Trúarbrögð. Já, en alþjóða handknattleiks sambandi, það er ekki hátt skrifað í Króatíu og það nefna menn einhverja serba og svartfellinga og fleira sem að séu að stýra þessu. Já, hann er nú væntanlega horfinn á braut Egyptin sem var alltum líkjandi fyrir nokkrum mótum síðan. Er þetta bara svo Sameinuðu þjóðunum? Alls konar vafasamir menn eru... Þarftu nú að nefna Guterres, sósíalistan sem gerir allt vitlaust. Og þá meina ég ekki að gera allt vitlaust, það getur verið gaman að því, en hann gerir allt rangt sem hægt er að gera. Og svo er hann hjá alþjóða heilbrigðisstofnuninni. Hvaðan er hann? Eþíópíu? Já, úr borgarastríði þar. Bara hvað hefur heimurinn gert af sér til að setja uppi með þessar tvo snillinga? Og svo er náttúrulega, ég man ekki hvort þú er nokkuð búin að fjalla um það. Það var Davos-fundur, jú, kom ekki aðeins inn á það síðast. Það er alls konar karakterar. Þeir eru margir. En Charles Schwab, er hann ekki svona einhvern veginn lentur í einhverju bölvuðu basli? Já. Sýnist það og heyrist. En þetta eru þar voru náttúrulega allir skjálfandi á beinunum við því að Donald Trump var á svæðinu og vildi aðeins hrista upp í hlutunum. Það er margt skrítið í alþjóðakerfinu, það verður að segjast eins og er. En hvar vorum við? Við vorum að ræða á þannig ég óvart letið út í handboltaumræðu. Aftur að efnahagsástandinu sem allir hafa áhyggjur af. Já. Sko, hefur einhver raunverulega áhyggjur af einhver öðru númstundir? Ég held ekki vegna þess að þetta tengist, þetta ræður öllu hinnu. Þetta og stjórnleysi á landamærunum þegar hún er ekki haldið utan um þjóðina. Já, þetta eru þessi tvö atriði sem eru svona áhrif allt hitt. Teppaleggi allt hitt, akkurat. Og sko ef að það var lítið svigrúm áður til að spandera raunverulega 80 til 100 milljörðum á ári í útlendingamálum, þá er það svigrúm með þetta horfið núna. Já. En litla útlendingafrumvarpið, eitt af mörgum, það er komið í, búið að fara í aðra umræðu? Já. Þetta er, eftir því sem kemst næst, þá þýðir þetta ef að keðjusagamorðingi leikur lausum hala, þá má vísa honum úr landi til síns heima. Nema kannski ef hann er dæmdur ósakhæfur eða hann þurfi raunverulega dýra aðstoð. Já. Ef það kostar ekstra mikið að þjónusta. Já, þá er ekki víst hann geti fengið sömu þjónustu í heimalandinu og þá veit ég ekki hvort brottvísunin gildir. Sko, þegar þetta mál kom fram á síðasta þingi, þá spurði ég bara þessar einföldu spurningar. Mun þetta mál gera stjórnvöldum kleift að senda eintangis og Kúrani úr landi? Og svarið við þeirri spurningu var nei. En sko, það hefur verið mönnum
mjög snúið einhvern veginn að þvora að grípa til aðgerða sem raunverulegt gagnir af. Og Þorbjörn Sigríður sem að ég held að sé hafi meiri áhuga á þessu heldur en ýmsir forverar, þá Já, og allir aðrir í Viðreisn. allir aðrir í Viðreisn, sko, og örugglega allir aðrir í frambjóðandan þeirra í Reykjavík sem að Heyrðu, það var alveg sturlað. ég er ekkert viss það hafi mælst illa fyrir í hans hópi. Nei, Ragnar Róbertsson, Róbert. Róbert Ragnarsson fyrirgefðu, fyrrverandi bæjarstjóri í Vogunum og Grindavík og síðan ráðgjafi, slóst við fyrsta oddvitasætið hjá Viðreisn í Reykjavíkurborg og hann vildi bara halda því fram að þeir sem að bara hefðu labbað út úr flugvélni hjá Icelandair, þeir ættu bara að fá að kjósa, bara ef þeir lenda bara 15. maí næstkomandi, þá ættu þeir að fá að kjósa 16. Og kosturinn með það væri sá að það myndi svona neyða samfélagið til að koma til móts við alla, til að fá atkvæði þeirra, allan heiminn, og það myndi þá þýða aukna greiðslur og þjónustu til þeirra. En hann endaði nú í 3. sæti og eftir oddvitanum verðandi, ríkissáttasemjaranum fyrrverandi og svo kom hann. Þannig að þetta, en ég mig grunar að það sé stemming fyrir þessu hjá Viðreisn. Já. Sem er auðvitað alvarlegt. Það er það. Dómsmálaráðherrann, ég held að ef við reynum að vera sanngjarnir við Obbu, dómsmálaráðherra, þá gerir hún sér að einhverju liti grein fyrir því hversu alvarleg staðan er í þessum málaflokki. Og ég held að hana geti vel langað til að gera meira til að taka á ástandinu. En það sem ég óttast er að hún gerir sér líka grein fyrir því að hún hafi ekki stuðning við það í Viðreisn og í þessari ríkisstjórn. Já, Viðreisn og hluta samfylkingarinnar. Já, og jafnvel flokki fólksins, að því að ef það kemi ein frétt á RÚV þá einhvern sem að segir fari sínur ekki slettar, þá hlaupa þau í skjól eða að ganga göflunum. Já, við sjáum nú bara sjáum afstöðu Flokks fólksins gagnvart bókun 35, afstöðu Flokks fólksins gagnvart inngöngu í Evrópusambandinu. Af því að bara rétt eins og það er á ábyrgð Viðreisnar og Samfylkingar að þessi dellumál séu núna til annar umræði þinginu, dellumál frá Flokki fólksins. Já. Það er bara sama meiði og það var á ábyrgð Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks að þeir leyfðu Vinstri grænum að stoppa orkuframleiðslu og ýmis framfaramál á sínum tíma. Það var ekki hægt að skamma Vinstri græna fyrir að berjast gegn hvalveiðum og orkuvinnslu. Nei. Það er bara í eðli þeirra, stefnu og DNA. Já. En þá var það Sjálfstæðisflokkun og Framsókn sem að bökkuðu Vinstri græna upp í þessum óþurftarmálum. Núna er það Samfylking og Viðreisn sem að bakka upp furðumálin frá Flokki fólksins og hafa síðan sín eigin til viðbótar. Stjórnlaus ríkisútgjöld, enginn veit hvað áttu við fyrir misthefur. Gamla ríkisstjórnin, gamla vinstristjórnin má þó eiga það að á kosningaári hækka hún ríkisútgjöld bara 61 milljarð á milli ára. En þessi ríkisstjórn sem við setjum upp með núna eykur ríkisútgjöld í sínum fyrstu fjárlögum 143.000 milljónir. Já. Og þetta er alveg ótrúlegt stjórnleysi í ríkisútgjöldunum. Þau segjast ætla að ná hallalausum fjárlögum næst, er það ekki? Þau segja það. En þau eru örugglega ekki búin að taka með í reikninginn áhrifin af þeim ákvörðunum sem þau hafa tekið nú þegar. Nei, akkurat. Og sjáum ekki, þetta er náttúrulega viðtal sem að Kristrún Frostadóttir mætti á Bylgjunni sennilega á þriðjudagsmorgun, mögulega mánudagsmorgun, ég held að það hafi verið þriðjudagsmorgun. Það var auðvitað þeirra gerðar að maður ætti að fá það pikkað upp, þannig að maður geti svona lesið sig í gegnum það, en það var svo margt þar sem að var skrítið, en einu tók ég eftir, þarna sagði hún við ætlum að ná hallalausum fjárlögum á kjörtímabilinu. Já. Og það innifelur 2028. Já. Og því ártali hefur ekki verið flaggað áður og hún sagði ekki 2026 og 2027 eru vissulega líka á kjörtímabilinu,
En mig grunar að þarna hafi hún verið að reka niður tjaldhæl, gagnvart því að geta síðar sagt, já, ég byrjaði nú að ræða þetta þarna í febrúar 2026 að þetta yrði nú sennilega ekki fyrir 2028, þið getur bara hlusta á viðtali við mig þarna á Bylgjunni forðum. Já, en þar nú þess, hefur hlusta á viðtalið við hana frá því fyrir kosningar um Evrópusambandið? Já, Ljótt að plata viðtalið? já, ég skrifaði mér þess að pistil um það í Moggan fyrir nokkru síðan. Alveg rétt, mjög góð pistil. Þannig að bara svona svo þetta væri nú til einhvers staðar á prenti. Já. En sko, og sama er með skattalofórð Viðreisnar og lofórð Samfylkingarinnar það með hvað hætti þau myndu, að því sko Kristrún má alveg eiga það, hún sagði að hún vildi hækka gjöld á sjávarútveginn, en hún sagði líka að það myndi gerast yfir langt tímabil með hóflegum hætti í samráði við geirann. Allt var þetta svikið, allt. Og það sem sko skattgreiðendur sem voru síðan sviknir í þessu samhengi var að þarna voru megin rökin gagnvart fólki á landsbyggðinni, heyrðu þessi skattar sem við ætlum að taka af bölvaðar í útgerðinni, þeir verða notaðir í að byggja vegi fyrir ykkur. Já. Og hver er staðan núna? Það er verið að hækka öll gjöld á akstur og ökutæki með þeim rökum að það er að bæta vegi. Það er engin lengur að tala um það að viðbóta tekjur á sjávarútvegi eða fara í vegina. Þeir eru bara að fara í hítina. Og svo koma þarna fyrirtækið, hvað heitir þetta, innviðafélagið, þar sem fólk á að borga fyrirtækinu í stað þess að borga skatta til ríkisins. Þannig að það er víða verið að taka peninga fólki í sama málaflokkin án þess að þeir skili sér í samræmi við. Já, ég skrifaði, var með pistil í Morgunblaðinu í morgun, miðvikudagsmokanum, undir yfirskriftinni býtum við, innihaldslaust sjálfsól, minnum að það hafi verið. Akkurat. Og þarna var ég svona rammin, sko, svona þetta skeytingarleysi annars vegar og skilningsleysi hins vegar og afleitum áhrifum ákvarðana ríkisstjórnarinnar. Og sömuleiðis þá svona reyndi ég að draga fram þessa ofboðslegu aukningu í gjaldtöku á akstri og ökutækjum. Nú þegar er búið að keyra í gegn kílómetragjaldið, vörugjöldin, hlutfallshækkun á bifreiðagjöldunum, síðan auðvitað hækka þetta allt virðisaukann sem að þetta skilar, en þá er eftir þríþrautin gamla, sem eru sko tafagjöldin vegna samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, borgarlínunnar. Það eru svokölluð samvinnuverkefni sem eru 6 verkefni meðal annars Sundabrautin og fleiri stór verkefni. Og svo er eftir alveg örugglega áformin að hefja gjaldtöku í öllum þegar boruðum göngum landsins. Þannig að ofan á þessa sko gjaldtöku sem fyrir var og er há, þá eru viðbæturnar sem komu núna síðasta desember og síðan er eftir þessi gjaldaþríþraut sem að mér grunar að verði keyrð alveg í botn. Þannig að þetta verður alveg gríðarleg gjaldtaka á akstri og ökutækjum þegar allt verður samantalið. Já. Og miklu meiri heldur en sett verður í málaflokkin. Getur verið að ástæða þess að Samfylkingin er til í að kyngja svona miklu gagnvart samstarfsflokkunum, Evrópusambandsharðlistinni, dellumálunum frá flokki fólksins og áframætti telja, að Viðreisn er til í að kyngja útgjaldabrjálæði Samfylkingarinnar og flokks fólksins og að flokkur fólksins er til í að kyngja því að svíkja öll sín loforð sem einhverju skipti, að þau átti sig á því að þessi ríkisstjórn á engan séns á endurkjöri að 3 árum liðnum. This is it. Þau bara hafið þetta kjörtímabil og þau muni hanga saman, bara alveg sama hvað gengur á. Af því að bara með árangursleysið og í rauninni sko þá þrautagöngu sem ríkisstjórnin hefur ákveðið að setja heimil og fyrirtæki landsins í gegnum, þá áttu þau sig á því bara þetta verður sénsinn, svo verður bara komið í ljós hvort einhver þessara flokka, hvort Samfylkingin eða Viðreisn ná einhvern veginn að munstra sinni í annar ríkisstjórnarsamstæður að næstu kosningum að afloknum næstu kosningum. Ég held að það sé alveg óvægt að gera ráð fyrir þessu að allir þessi flokkar gera sig grein fyrir því að það verði ekki óbreytt ríkisstjórn til kosningar. Nema kannski flokkur fólksins. Hugsanlega. Kannski er flokkur fólksins samt líka búin að gera sig grein fyrir því og formaðurinn vill bara go out with a bang, ég veit það ekki. En Samfylkingin, hún hefur nú allavega sýnt að hún hefur það geðslag að geta mætt í kosningar
eins og hún sé bara alveg hvítþvegin og endurfædd, nýr flokkur, kannast ekki við neitt úr sögu sinni. Kennitölu flakkararnir. Já, þau Já, getur reynt þetta aftur. Voru þau í ríkisstjórninni þarna 2007 til 2009? Var það ekki, Dónaskapur að þeirra að gefa þetta til kynna. var það ekki bara sjálfstæðisflokkur og alþýðuflokkurinn gamli eða Já, eða sjálfstæðisflokkurinn bara. Já, sjálfstæðisflokkurinn var sennilega bara í hreinum meirihluta. Já, einmitt. Nei, þetta er, og þú þetta kemst ekkit upp með svona þvælu og sögufölsun nema hafa fjölmiðlana dálítið með þér í líði. Nei, akkurat. En sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei reynt þetta líka í seinni tíð. Ég veit ekki hvort við með eða löngu tími í það. Nei, en smá skets. Svostulegt að fylgjast með þeim eins og þessu ungliðar þeirra sem eru að taka upp svona gamalt efni frá bestu ríkisstjórn sem þeir hafa verið í þessar öld að minnsta kosti. Já, það sem þeir flokkurinn naut raunverulegra leiðsagnar og stuðnings. Já, akkurat. Svo vil ég kenna öllum öðrum og ég kannast ekki við að það verið í stjórninni sjálfur. Jafnvel ekki í útlendingamálunum, þar sem þeir áttu þann málaflokk og ég reyndi hvað ég gat til þess að koma í veg fyrir að þeir færu fram með þeim hætti sem þeir ætluðu sér og útskýri það fyrir þeim að ég myndi ekki eins og setja málið á dagskrá ríkisstjórnar hvað þá að styðja ef það er eins og ég held að það yrði og það var nú þannig. Og svo líka í umhverfismálum, það er það sem eru að fara í núna eins og reynda nokkur sinnum áður að við höfum undirritað Parísarsamkomulagið þegar ég var forsætisráðherra. Þannig að allt sem hafi gerst í umhverfismálum sé fyrir vikið mér að kenna. Já, sko, þetta er nú eitt og annað að segja og ég hef áður farið yfir þetta kannski óþarf að eyða löngum tíma eða mér finnst þetta svolítið fyndið. Það er haldið áfram. Þetta er krútlegt. Þetta er krútlegt. Það er orðið yfir það. Þegar menn eru svona litlir í sér, Já. þá verður þetta krútlegt. Akkurat. Sko, Parísarsamkomulagið, já, kann að vera að við höfðum átt að vera eina landi fyrir utan Íran sem að tók ekki þátt í því. Íran reyndar alltaf að taka þátt en báðum frest til þess að staðfesta. Og jú, Ísland var með. En málið með Parísarsamkomulagið var það. Þess vegna var svo auðvelt að vera með og reyna að vera, hvað er þetta sem Ísland vill alltaf vera, sína gott fordæmi fyrir þeirra. Að Parísarsamkomulagið var ekki bindandi. Það voru markmið. Og eiginlega öll lönd í heimi settu sér þetta markmið og við þar með, sem að virðist núna vera orðið áðurgefni hjá ungum sjálfstæðismönnum. En hvað kom svo á daginn? Það var öllum nema nokkrum Vesturlanda saman með þessi markmið. Já, sjálfsögðu, það var... Heldur bara áfram að sinni braut. Ég meina þessi markmið voru svona dálítið eins og ef að við myndum hér handsala það að við ætlum bara að missa 10 kíló fyrir páska. Já. Og svo myndi það klikka sem það Já, við ætlum að stefna það. Já, við ætlum að stefna það. Það er margt í mörgu en við ætlum að stefna það. En svo bara myndi það klikka. Og, en menn fóru bara í að dálítið eins og ég hef nú stundu gert grínað Guðlaugi Þór úr ráðherratíð hans í umhverfisráðuneytinu þegar hann lögfesti markmiðin. Það er nú punkturinn í þessu. Svona... Hvað gerðist síðan? Einmitt. Þegar þeir voru frjálsir sjálfstæðismenn til þess að innleiða stefnuna og fara á fleiri koppfundi og svona. Þá fór allt í köku. Þetta verður svona eins og lögfesta að Guðlaugur Þór Þórðarson geti stokkið 2 metri hástökki. Já. Algjör sturlun að setja í lög ákveðin markmið. En bara svo því sem ég haldið til haga, þá var það þér að kenna að sjálfstæðisflokkurinn gerði þetta í vinstri stjórninni sinni nokkrum árum síðar. Já. Bara svo það sé sagt. Það er nútskýrað fyrir manni. En sko, eftir þetta, þá fer íslensk stjórnvöld í það að vera best í heimi við það að gera þetta skyldu sem að hafi bara verið svona yfirlýsing og er stefnum að þessu. Og þegar allir aðrir gerði ekkert með þetta, þá kom íslensk stjórnvöld, við setjum við í lög að við þurfum að hætta öllum iðnaði og draga úr losun og svo er náttúrulega öll refsigjöldin. Kína, Indland, Rússar, Bandaríkjamenn, það er bara að hlæjast allir máttlusa. Já, og 150 aðgerðirnar sem þú vísaðir hans jáðan,
150 loftslags aðgerðir Guðlaugs Þórs Þórðarsonar Til að draga úr hagsæld á Íslandi. til að draga úr hagsæld á Íslandi og banna fólki að lifa lífi sínu. Við fórum nú reyndar, ég held við tekið heilan þátt í það var ekki. Heyrðu, hann var svo langur þátturinn að þú veist að byrta hann í sko 2 hlutum bara. Já. Interneti tók ekki við honum í einum baka. Og þetta eru svona með mest hlustuðu hérna, þetta eru þeir þættir sem hafa fengið hvað mesta hlustun allar á þátta frá upphafi að þessum 132. Já, já. Og hérna, þetta er náttúrulega raunverulega 131 þáttur. Nei, þetta var A og B í maðanna. Við svindluðum ekki á talningunni. Alveg rétt, já. En þess vegna, eins og þú segir, þess vegna er þetta svolítið krútlegt. Og þetta var bara svo mörg mál á þessum tíma með Vinstri grænum en þetta er eins og eitt af þeim málum þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn vildi ekki til leyfa VG að eiga stefnuna. Þeir sko voru duglegir að minna á byttu. Þetta eru við sem erum að leiða hérna í þessari grænu byltingu okkar. Þeir hérna, ég held að hafa verið að elta hérna íhaldsmenn í Bretlandi sem að genga flónum ætluðun og aldeilis að búa til einhverja eilíðar peningavél með því að hérna gera þetta einhverjum sko hérna þetta er því svona megin þungi efnahagslegum hérna aðgerðum stjórnarinnar. Já, þeir vildu leiða þessu. Þeir vildu leiða í kynrænu sjálfræði var það kallað. Kynræna, ég hef nú sagt frá þessu hérna í þættinum áður og hérna ég held ég hef ekki sagt hvernig það kom upp en bróðir minn, Hannigunni, ég man ekki hvort hann hringdi mig að senda mig skilaboð og sagði bara, Beggi, þetta er eitthvað rugl. Þetta er eitthvað rugl, þetta kynræna sjálfræði. Bara hverjum dettur þetta til huga, þetta er bara eitthvað tilbúningur. Og ég fór að hugsa bara, já, ég man ekki hvenær ég heyrði fyrst á þetta minnst og þannig að ég fór að googla. Og það stóð heima, fyrst heyrðist á þetta minnst hér á Íslandi í landsfundarályktun Sjálfstæðisflokksins frá 2015. Landsfundi flokksins 2015. Á þessum tímapunkti hafði Vinstri grænum aldrei dottið til hugar. Nei. Það væri til neitt. Komin með þetta ímyndunarafl. Já, það væri til neitt sem heitir kynrænt sjálfræði, menn bara færi að velja hvers kyns þeir væru og allt þetta sko. Það er engum dottið þetta til hugar. Ég heyrði þetta fyrst hjá þér, en svo kom fyrrverandi formannsframbjóðandi Sjálfstæðisflokksins Áslaug vinkona okkar og myndi á það að Sjálfstæðisflokkurinn ætti þetta. Já. Og útlendingamálin og maður snú fundin sem að gleymdist að slökkva á og þeir innleiddu stefnuna bjóðum þau velkomin. Það voru örugglega ekki úthugsað að sú umræða færi í loftið. En þar voru bara fullt af traustum landsfundarfulltrúum á landsfundi Sjálfstæðisflokksins að reyna að útskýra fyrir hópnum sem þar var, þeim 1500 eða hversu margir þeir voru sem að sátu þar. Þetta væri alveg ómögulegt. Já, þeir voru bara skammaðir sko, fyrir að því að búið að samþykkja breytingatillögur frá einhverjum köllum sem að það getur ekki aðeins tónað þetta niður. Það þarf ekki að vera alveg svona opið. Og það var samþykkt og svo var það tekið í nefnd og svo var það tekið aftur inn í salin sem að væri reyndar gegn landsfundarreglunum en það tekið aftur inn í salin og þar komum menn upp þar með talið og ekki hvað síst svo sem stjórnar hérna borgarlínunni og svona skömmuðu landsfundarfulltrúa. Ég held að okkar besti Jón Gunnarsson hafi líka gert það. Hann gerði það. Já, mér minni það. Hann var dómsmálaráðherra þá, ef ég man rétt. Og kom upp og skammaði salinn aðeins. Og svo fylgdi það sögunni að ungliðarnir hefðu sofið yfir sig og þess vegna ekki geta komið í veg fyrir að þessar lagfæringar eru samþykktar. Hvað það? Allavega. Þetta var kannski nauðsynleg áminning svona í ljósi þessara nýjustu tilburða. En ég hélt þú væri að fara að nefna annað þegar þú nefndir þetta. Heldur en vídeóðu frá ungum sjálfstæðismönnum. Nú er nefnilega svona á samfélagsmiðlum svona spjald í gangi frá Sjálfstæðisflokknum varist eftirlíkingar. Já. Og ég er nú svona hugsað með mér, já, þau eru orðin hugaðri heldur en þau voru. Já.
Já, að taka þennan pól í hæðina því að það er auðvitað þannig að menn þurfa einhvern veginn held í að nálgast uppgjör síðustu kjörtímabili í vinstri stjórnunum þeirra öðruvísi en þetta. Samfylkingin geti kannski fengið þetta spjald hjá þeim og drefti varast eftirlíkingar af Samfylkingunni, ekki verið eins og Sjálfstæðisflokkurinn er núna. Já. Nei, þetta er ég er ekki alveg viss um að hvað kallaði Guðrún Hafsteinsdóttir okkur aftur í viðtali eftir að það er svona sirka mánuður síðan afturhalds þjóðernis, hvað var það nú aftur? Já, sko, hún skrifaði nú grein um það að ég hefði verið að tala um gamla góð Ísland nema betra og svo var hún í viðtali á Ríkisútvarpinu örugglega. Já, var svona einhvern veginn skilgreiningur sem svona afturhalds þjóðræknis flokk og hún varaði við svona nostalgíu. Mér fannst þetta sérkennilegt frá formanni flokk sem að lengi kallaði sig nú íhaldsflokk að vera á móti nostalgíu. Já, það er eiginlega Gamla góða. harðni íhalds svona verndunar stefnunar. Já. En já, verður ekki bara að sýna þessu skilning og svona. Og vonaðir finni sig. Menn og jafnvel heilu flokkarnir þurfa að fá sitt tilfinningalega svigrúm. Já. Heyrðu, þetta er dálítið góð hugmynd. Við getum kannski til að reyna að hjálpa þeim farið að auglýsa veitum Sjálfstæðisflokknum tilfinningalegt svigrúm. Gagnrýnum ekki Sjálfstæðisflokkinn í næstu viku. Næsta vika er friðarvika fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Veitum þeim svigrúm, sýnum þeim virðingu, leyfum þeim að hjálpa sér sjálfur, einhver svona. Sko. Já, ertu að leggja til að Sjálfstæðisflokkurinn fá svona einhvers slags greiðslustöðun á gagnvart gagnrýni, svona eins og fyrirtæki sem þurfa að endurskipuleggja fjárhagsinn fá svona þegar þrengir að. Já, þetta bara hvarflaði mér núna, en það tengist ég að ég er búin að vera að velta fyrir mér sko, hvað við getum gert fyrir Viðreisn. Af því að núna þegar Evrópusambandið er að detta upp fyrir og allir átt sig á því að það sé fullkomin galskapur. Já, sú þróun er farin af stað og sú lest mun ekki stoppa. Nei, þá þarf Viðreisn stefnumál og ég er að vinna átaki að safna hugmyndum fyrir Viðreisn að áherslumálum. Því að flokkin mun náttúrulega langa að lifa áfram og svona af einhver tilgang. Þannig ég er að velta fyrir mér ef að landsmenn getur lagst á eitt. Ertu að halda því fram að sko þegar Evrópuráðalistinn stoppar hjá þeim, þá getur þið ekki endurskilgreint sig sem varðmenn landhelginnar? Nei, það er nefnilega fylgið sögunni. Það vill svo til að ég er búin að skrifa svona ákall til fólks sem liði þessu átaki mínu og þar er mitt nefni ég það, sko. Ég afþakka við erum að reyna að koma að gagni hérna. Þess vegna afþakka ég svona hugmyndir eins og skattalækkanir eða fullveldismál. Við þurfum einhver mál sem að Viðreisn getur raunverulega stutt. Þannig að óþarf að senda einhvað slíkt. Skattalækkanir, fullveldi, landhelgi og einhver svona. Sleppi grínunu. Getið þið fundið einhver mál sem að Viðreisn gæti fellt sig við og gert svona að sínum baráttumálum þegar að Evrópusambandið dottið upp fyrir. Ég veit ekki hvort þú vilt kasta fram einhverju hugmynd hér, en verjum bændur, styrkjum stöðu þeirra. Já, nú ertu að gera nákvæmlega það sem að ég var að biðja fólk að gera. Já, ok, fyrir ekki, ég réð ekki við mig. Nei. Ég sé það núna, þetta var ósanngjarnt. Já. Eitthvað svona sem Viðreisnar maðurinn. Sko, ef ekki væri fyrir þetta síðasta ár, þá hefðu við getað sagt lækkum skatta, einföldum regluverk. Já. En það skipir silt. Já, það skipir nefnilega silt. Ég er sammálaður. Á sínum tíma hefði það getað orðið bara mjög fínt prógram fyrir Viðreisn. Sjálfstæðisflokkurinn geti reyndað tekið upp aftur? Já, er það ekki fullreynt? Við erum nú búin að reyna að benda þeim á þetta býsna lengi, en jú, þeir eru byrjar að tala þannig. Já, þetta er
höldum því opnu. Já, en þetta þarf einhvern veginn að ganga í svona þessa kampanjins stemningu í Viðreisn en kampanjin Ostar eitthvað svona þjóð bara fyrir þér eitthvað boð í Garðabæ, heimabænum það sem er kampanjin Ostar, erlendur Ostar og það kemur eitthvað mál sem að allir geta bara að fara að tala já, við verðum að vinna í þessu. Þetta er það sem ég er að leita fyrir Viðreisn. Ég skal hugsa. Já. Þetta er en það sem væri kannski sem viðbót við þetta mikilvæga verkefni þitt væri auðvitað að finna eitthvað sambærilegt fyrir Flokk fólksins svo Inga Sæland finni sig ekki þeirri stöð eftir næstu kosningar að hafa náð 4,7% fylgi og halda ríkistyrknum en engan þingflokk. Sko vandamálum með það er að maður hefði náttúrulega áður sagt bara reynið að verja hagsmuni þeirra sem hallar á, hugið að öryrkjum, hugið að eldri borgurum en það er það sem flokkurinn gerði og gerði síðan ekkit mjög mikið í. Nei, núna bara vorum við í gær hér í þingsal að ræða mál sem að keyrir upp verðbólgu sem þeir ráða síst við sem minnst megasín. Já, einmitt. Já, ekki getum við sagt fullveldismálin. Nei, þeir voru alltaf að leita þau með. Eyjólfur Ármannsson kveikti í þeim möguleika. Já. Hann kveikti í miðanum, það stóð bókun 35 og tröppum Bessastaða og hendi síðan öskunni í vindinn. Áður en að spurður málið. Já, ég held að veri fyrsta viðtalið sem hann tekið við ráðherra þessari ríkisstjórnar. Hann var gripinn hann úr tröppunum og í óspurðum fréttum sagði hann, bókun 35, já, ég styð hana. Það var enginn að spurja það. Fjölmiðlamennir stóðu bara í forundran og bara hvernig fylgjum að þess eftir? Já. Þetta er bara eins og þú stæður og tröppum Bessastaða og segðu til helvitis með þessi gömlu hús. Já. Nei, þetta er en svo er og þá er úþjórum búin að nefna Sjálfstæðisflokkinn, Viðreisn og Flokk fólksins. Þá er þetta ég hugsa að það sé alvöru áhætt í því fólkin fyrir Samfylkinguna að halda svona sterkri stöðu í könnunum á meðan samstarfsflokkarnir veikjast svona mikið. Á endanum verður það þessi valdandi að Samfylkingin ákveður mögulega fyrrabræði að fara svona senda dúsur í bæði til Viðreisnar og Flokks fólksins. Já. Og það mun á endanum valda verulegum skaða fyrir þau sjálf. En það verða svona aðgerðir sem þau telja skaðaminkandi fyrir sig sjálfa. Já. En verða skaðvaldur og ekki bara skaðvaldur fyrir Samfylkinguna, heldur fyrir land og þjóð, skattgreiðendur og fyrirtækin. Já, ég kaupi þessa kenningu fullu verði. Þannig að en svona nýja Samfylkingin, hún auðvitað vann í borginni. Já, þau eru brútal maður, strauja yfir þetta allt saman. Já. En þetta var svolítið merkilegt með samt. En nú er komin það er komin nýgerða fléttulista hjá Samfylkingunni. Já. Það er semst heitir í öðru hvoru sæti. Já. Ég meina Heiða og Skúli Helgason, þegar ég er ekki að fara að peppa þennan Pétur. Nei. Og svo er hann á milli, já, einmitt, einhverju liði Péturs, já. Þetta verður áhvert, þetta er ný nálgun. Það er ekki víst að þetta klikki. Nei, það er ekki alveg örugt. En já, þetta verður áhvert að fylgjast með þessu prókjöri hjá Samfylkinguna því að þetta gerir svo skemmtilega. Allt í einu rúðust inn hundruðir eða þúsundir manna þarna í Samfylkinguna og spátnar á einum degi eða fóru bara yfir á Pétur eftir að hafa svona frekar verið á Heiðu. Já, Pétur gerði ekki gott mót í þessum prókjörslag. Það getur enginn látið sér þetta til hugar að útskýra niðurstöðuna með þeim hætti. En núna þegar við erum svona aðeins búin að greina stöðuna, verðum við ekki að fara, þetta var útúrdúr. Já, þetta var smá útúrdúr. Í boði sambandsungra sjálfstæðismanna. Heyrði. Við verðum að vona þér halda áfram að því meira því betra,
kæru ungu sjálfstæðismenn, gerið ykkar versta. Hérna, þá fyrir við hans í efnahagsmálinn aftur. Já, Sko, það var furðu útspil hjá forsætisráðherra í þessu, ég held þetta hafi verið í bylgjuviðtalinu sem að ég nefndi hér áðan, að það sem að Kristrún Frostadóttir sagði að fyrsta skrefið af afnámi verðtryggingarinnar yrði stigið áramótin. já, Og kom síðan fram með einhverjar meldingar sem að hagfræðingar, allir aðrir en hún og Daði Már Kristófersson, klóra sér í kollinum yfir. já. Og hagfræðingar eru yfirleitt ekki sammála, en það er ákveðið afrek að náðum nokkurn veginn saman að... Þetta er bara svona sömu áhrif og Flokkur fólksins dró fram með þessu almannatryggingar Já, akkurat, sem var rætt í akkurat. gær. Agnar Möller, Saminandi afl þessi ríkisstjórn. já, það er hárrétt sko. Agnar Möller, hagfræðingur, var með býsna ágætis skets á þetta á X. Hvað næst? Reglur bílaeign og kvóta og ferðalög, spurningamerki. Már Volkan Mixa, lýst hann, Já, hvernig lýst hann þessu? Stalinískum áætlunar búskap eða einhvers slíkt. Já, þetta er nýja Stalinist 5 ára plan. Já, einmitt, það var eitthvað svo leiðis. Þetta er nýja samfélkingin. Ætli Kristrún hafi fundið sér þeirri bara í þeirri stöðu að hugsa bara, ég verð bara að segja eitthvað. Já, það er svolítið þannig. Það er engin hlust og það skilur engin. Var þetta í þessu fræga Silvurs viðtal? Nei, þetta var nefnilega fyrr þann sama dag. Ég er ekki búin að ná að hlusta á Silfur. Nei, ekki heldur nefnilega, en ég hef heyrt að það hafi verið mjög svona, hvað var að segja, frumlegt á margan hátt fullyrðingarnar. Já, nú förum við að hlustum á þetta. Þetta er en ég er búin að hlusta á viðtal sem hún fór í fyrr þann sama dag, mánudagsmorgunin, Á bylgjunni. Já, nú man ég var eitthvað að vandrast með það hvort að verið á mánudags- eða þriðjudagsmótni áðan. Já. Þetta var á mánudagsmótni. Og ég er búin að hlusta á það og mig bara að rak í rogast hans á meðan ég hlusta á það og meðal annars kom þetta útspil hennar þar sem hún ætlar að ætlar einhvern veginn að fara svona láta þá sem hærri tekjur hafa að finna til tevatsins. Og og það yrði útspilið í gagnvart verðtryggingunni, en þetta hefði nú reyndan mest áhrif á þá sem minnst hafa milli handana og fyrstu kaupendur. Þannig að það þarf að grípa til sérstakar aðgerða gagnvart þeim hópum. Ég er hérna með plan. Ég er með plan. Og sko, yfirskriftin er þessi. Þetta bitna bara á þessum tekjuháu, en reyndar er afleiðingin svo að þetta bitna sérstaklega á ungu fólki og tekjulágum og fyrstu kaupendum. Og þess vegna ætlum við að mixa það. Þetta, bara hvað höfum við gert til að verðskulda þetta? Þetta er mjög sérstakt allt saman. Við verðum að muni við verðum eiginlega að fara í gegnum þetta viðtal bara punkt. Ég myndi halda að það væri svona 10 atriði það sem að menn klóra sér í kollinum. En hinn ágæti Agnar Tómas Möller segir hérna í færslu sinni, það sem hann vísar í þetta viðtal og þetta sem þú veist að tala um. Hvað næst? Reglur bílaeign og kvóti á ferðalög. En þetta er ekki svo fjarstæðukennt með að við. Það er bara verið að vinna þessu. Já. Hvor er tvekja? Þetta er enda góðu punktur. Ég hugsa að Agnar hafi verið bara að gleyma trakteringunum í garð bíleigenda og hins vegar ETS-gjöldunum sem er búið innleiða sem ætlunin er að takmarki mjög ferðalög almúans. Ég veit. Talandi bylgjuna, það er oft áhugaður við til þar við svona fólk úr ýmsum áttum. Það var einhver gæi fyrir ekki svo löngu síðan og var einmitt að útskýra þetta hvers vegna það þyrfti að setja kvót á það hversu oft fólk mætti ferðast til útlanda. Og svo er þetta náttúrulega alltaf verið einfaldara núna, ríkið er alltaf að fylgjast betur og betur með manni og þú getur bara fljótlega venst þess að vera með þínar loftslags heimildir og verður að meta vel hvenar og hvort þú kýst að ferðast eitthvað til útlanda og hversu mikið þú keyrir bíliðinn. Já, talandi bílinn, það er nú mánaðarlegar sendingar núna frá ríkinu. Hefði verið hægt að klúðra þessu verð. Mér sýnst ég verið með 2 rukkanir núna fyrir fyrsta mánuðin í heimabankanum hjá mér og býtum við, var ekki bílalega Akureyrar Höldur sem fekk bara 50 milljóna bónusreikning
Já, já. Ég held að það hafi verið þeir. Það var Og sástu mannin sem átt að rukka fyrir að hafa keyrt 1.000.000 kílómetra í janúarmánuði. ákvör ekki tvær. Það vantar peningi hennar ríkissjóð. Nei, þetta er auðvitað, og auðvitað var bent á þetta þarna í desember og aðdragandum að þetta væri allt gert með handabökunum og útfærslan væri lítt útfærð, kerfin ekki tilbúin. Það er auðvitað það sem kemur á daginn. En ég held að ég held að það hafi verið þannig að þau hafi raunverulega stjórnarflokkarnir farið inn á kontór saman og hugsaði bara, heyrðu, þetta er allt í rugli hjá okkur. Þetta mál er bara ekki tilbúið. Ef ekki að fresta þessu fram á haustið. Það fer þá fram yfir þetta sumar hjá þeim sem er í bílaleigubransanum, sko. Þetta er alveg galið að senda þeim reikning upp á fleiri 100 milljónir sem þau get ekki innheimt. Af því að bílaleigurnar eru auðvitað búin að festa þessi verð fram í tíman. Og ég held að Daði Már og þetta gengi hagfræðinganna og ráðherrana hafi sest inn á skrifstofu bara, þetta er alveg galið að klára þetta núna, við áttum okkur á því, þetta er rétt sem stjórnarandstaðan er búin að vera að segja. Og svo hafi Daði Már og hans fólk verið og reiknað og komið tilbaka og það bara, við erum í smá bópa, við bara höfum ekki efni á að gefa eftir þessar reiknuðu tekjur. Því að ef við gefum þetta eftir fram í september, þá er spilaborgin hrunin. Já, já. Þá er stöðugleikareglan með svo augljósum hætti sem er enda fallin hvað sem er. Já. En þá er hún sprungin í loft upp bara strax. Vandamáli sem kemur alltaf upp í píramídasvindli. Þú þarft að... Á endanum einmitt. Já. Það þarf ekki nema einn kubbur að falla. Einmitt. Og þá fara menn í það fyrst svona mánuð frá mánuði að fresta afleiðingunum og svo viku frá viku og svo dag frá degi og klukkutíma frá klukkutíma. Já, já. Þetta er... Ég held að þau hafi raunverulega átt að sjá þessu, rétt eins og hagfræðingarnir við borðið. Átt að sjá þetta á þessu almannatryggingamáli sem Flokkur fólksins er að leggja fram. Meiri sem fjármálaráðuneytið. Sem mun hafa verst áhrif á þá sem síst eiga við því. Nákvæmlega. Og þetta fatta hagfræðingarnir við borðið, en þau bara set ekki hnefan í borðið og stoppa svona rugl að því þau eru hrættum að það muni allt flosna upp í framhaldinu. Já. Bara meta sem svo að Flokkur fólksins gæti tekið einhverja furðu ákvarðanir, en nú ætla ég að tala bara beint við Þorgerði og Kristrúnu. Inga Sæland mun ekki leysa upp þessa ríkisstjórn. Inga Sæland og Flokkur fólksins mun ekki leysa upp þessa ríkisstjórn. Þannig að gerið nú eitthvað aðeins skynsamlegra heldur en það hefur verið að gera undanfarið. Tek undir þessa ráðgjöfina, Bergur. Þetta er áhættulaus aðgerð, þó okkur líði illa, þá, þetta er áhættulaust. Kristrún og Þorgerður hlustu á Begga, ekki láta taka ykkur að taugum af hálfu flokksfólksins. Nei, ég held að það væri skynsamlegt. Þegar það gera nógu margar vilsunar, ekki bæta því við á stöðlausu. Af nægar að taka. Heyrðu, ég er nú að velta fyrir mér. Ég ætla að fara aðeins inn í strandveiðarnar og grásleppuna og 5,3% pottinn. Þú ætlar að hætta þér í það? Já, ég er nú samt að hugsa aðeins, þetta er svo áhugaverð vika framundan í þeim efnum. Geymum það þangað til næst. Því að bara mjög stutta randi í þeim efnum eru þetta bara að ég hef sennilega á mínum, hvað er ég búin að vera hérna, 2017, þetta er þó 9. árið. Ég hef ekki fengið fleiri svona afsökunarpósta eða skilaboð heldur en ég hef fengið síðan á mánudaginn. Já. Þegar Eyjólfur Ármannsson loksins gekkst við því að loforð Flokks fólksins 48 daga strandveiði með allt galopið hefði aldrei verið raunhæft. Já. Ég er líka farin að fá þessi símtöl. En það ekki? Fleiri hafa nú haft samband við því gegnum tíðina því þeir telja að þú vitir meira þetta en ég sem er eflaust rétt hjá þeim. Það er líka mjög margir hata mig af einlægni fyrir að því að töldu mig hafa stoppað þetta sem er nú miskilingur að hluta til. En núna, þetta er búin að vera mjög áhugaverðið 2 dagar síðan Eyjólfur gekkst við þessu. Nú þetta bara blasir við strandveiði sjómönnunum og fjölskyldum þeirra og ættingjum og vinum. Að það var allan tíman verið að plata þá. Já. Allan tíman. Já. Það bara tókst ekki að draga það fram fyrir núna. Allan tíman, bara ég allavega, og ég held ég geti sagt, bara best að tala bara fyrir mig,
bara segja bara, það ekki hægt að klára þetta mál fyrir ráðherrann segir fyrir ráðherrann upplýsir hvaðan á að taka aflaheimildirnar. Einmitt. Og nú þetta kom þetta í ljós á mánudaginn Já. og bara píramídasvindlið rundi. Og ég meina, maður vorkinu þessum mönnum, þetta bara góði gæjar, maður spjalla Bara við. algjörlega bara, Og þó þeir hafi kannski kosið Flokk fólksins frekar nokkur út á þetta. já. En maður samt vorkinu þeim að hafa lent í þessu. En já, eins og segir, þetta verður áhugaverð vika. Já, ég held að tökum svona dýpri snúning á þessu næst. Já, Af því að það eru líka mjög alvarlegi hlutir sem tengjast þessu, sem hafa alvarlega áhrif víða á landsbyggðinni vegna þess að þrátt fyrir að nú sé orðið ljóst að loforðið verði aldrei uppfyllt og það hafa aldrei verið planið uppfyllt það, nema í einhverjum draumaheimi, eins og ég þarf nú að hafa nákvæmt orðalagið. En áhrifin af því að taka byggðapottana, byggðakvótan, línuívilnun, línuívilnun og skel- og rækjubætur og fleira, að taka þessa potta til að setja inn í strandveiðarnar sem kaupir bara korter í samhengi hlutina í viðbótar veiðitíma. já, Það nefnilega að valda meiri háttar tjóni á víða land. já, og valda skaða og jafnvel leggja af útgerðir sem standa í heilsársútgerð. einmitt. Þar sem þetta það sem munar til að geta haldið út í heilsársstarfsemi. Þannig að það eru mjög alvarlegir hlutir sem að tengjast þessum ákvörðunum Flokks fólksins. Já, En við tökum þetta næst. Heyrðu, en ég nú að velta fyrir mér, við erum að taka eitt, ég held við höfum gleymt í senast. já, Að þá var bara nýbúið að mér birta myndir af Suðurlandsbraut. Förum aðeins yfir í borgarlínuna og samgöngusáttmálann. já, Þetta geti lengt þáttinn klukkutíma. já, rætti því. Heyrðu, þetta, ég er búin að hafa fleiri skilaboð síðan þetta birtist heldur en frá strandveiðmönnum síðustu daga, frá fólki sem loksins snappaði. Já, 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 þetta verður allt legið fyrir alveg síðan 2018-19. já, já, 2019 skulum við segja. já, Það verður að vera alveg augljóst, en það þarf að grafa ofan í gögnin og þetta allt saman. Allt verður að vera augljóst lengi. já, má ég skjóta inn í, á sér ætla að stoppa randið alveg, en það hefur verið rætt oft hérna í þessum þáttum, hversu svekkjandi það hversu erfitt að benda á í hvað stefnir og fá fólk til að bregðast við áður en skaðinn er skeður. Já, akkurat. En nú erum við komin alveg á brúnina í þessu og sem betur fer að renna upp ljós fyrir fólki. Afsakið þetta einskot, held áfram. Já, þetta er nefnilega, þetta er ögurstund. Já, Og ég held að raunverulega eina meðali við þessari geðviki sé sterkur miðflokkur í borgarstjórnarkosningunum núna í maí. Og þetta núna bara sér fólk, þessar myndir, sem apparatið sjálft, betri samgöngur OHF, loksins heyrðu, nú við getum ekki geymt að lengur að sýna hvað við ætlum að gera. já, Og þá bara sér fólk, heyrðu, hafa menn gengið að göflunum? Og svarið við því auðvitað já. En svarið til að draga fram áhrifin auðvitað að samþykkja þingsályktun okkar að fara í þetta tilraunaverkefni, að loka þessum akreinum sem Ég er hrifinn af og því. afreinum og þessu öllu sem á að þrengjað bara með keilum núna. og af hverju ekki? Af hverju ekki? Er þetta fólk á móti vísindum? Nei, Rannsóknum? fólk bara vill ekki að þetta komi í ljós fyrir skaðið nákvæmlega. skeður. Og þá það bara, sáum þetta ekki alveg fyrir. Einmitt. En og talsmenn En af borgarlínu. því það er búið að gera þetta, þá verður bara að borga áfram. Já, en talsmenn borgarlínunar hafa bara sagt, já, nei, það er ekkert viti að gera þetta, það þarf að taka tillit til fullt af öðrum áhrifum, bara notkun borgarlínu, aðrir valkostibla, allt þvæla, þetta er allt þvæla. Staðan er svo bara ef að við gefum okkur það, að borgarlínan verið fullbyggð á morgun, búið að loka annarri akrein í hvora átt á Suðurlandsbraut, búið að loka öllum afreinum og aðreinum á þar sem það á að gera og bara allar þrengingar komna fram og öll markmið borgarlínu kirkjuna náist hvað var það notkun. Þá það þannig
að miða við daginn á morgun, þar sem þetta er allt orðið, Já. þá verður orðinn sami fjöldi fólksbíla á götum borgarinnar, bara vegna vaxtar, Já, eftir 7 ár. Eftir 7 Einmitt. ár. Það er nú allir tíminn. 7 ár í þessu samhengi, það eru sko rúm 50 ár síðan Sundabrautin kom á dagskrá. 7 Já. ár í þessu samhengi er bara kort. engin tími og látum það fylgja sögunni að þetta er sko, ef að björtustu vonir ganga eftir. Já, bara, Það mun ekki gera. bara allt gangi upp sem er auðvitað mun aldrei gerast. Þá verður sami fjöldi bíla, fólksbíla, einkabíla, fjölskyldubíla, atvinnubíla á götunum á höfuðborgarsvæðinu og er í dag. Manstu eftir ríkisstyrkjunum til þess að koma að hlutfalli strætófarþega úr 4% upp í 12%? Og Byrjaði 2010-11? samningnum framkvæmda stoppa meðan. Akkurat. Þetta er búið að vera einhver delering. Sem er í rauninni bara sama borgarlínan, en nema bara á minni skala. Það var ríkisstuðningur við strætó, á sama tíma átti að fara í framkvæmdastopp til að liðka ekki fyrir annar umferð, til að ná strætónotkun upp í 12% úr 4. Já, já. 10 ár liðu, allir þessir peningar, ekkert gert í að bæta umferðina. Hvert var hlutfallið í lok þessara 10 ára? 4%. 4% ennþá. Og síðasta ríkisstjórn ákvað, já, ok, hún að gefa þessu verkefni meiri tíma og hélt áfram. Heru, ég er eiginlega ekki ennþá búin að átta mig á hvernig síðustu ríkisstjórn tókst að slæta sko fram hjá kerfinu að þetta yrði framlengt. Já, já. Allavega ef ég tók þátt í að kjósa með því þá bara yfirsamt En ef við gerum það ekki. Ég er nokkuð viss um það. Við þessu var lauma með einhverju en við bentum á það og stuttum þetta ekki fyrir vikið. En þetta var einmitt eitt af því málum sem er svona reynt að lauma í gegn með einhverju öðrum. Já, já, akkurat. Nei, þetta er algjörlega ærandi að og maður bara svona raðærist þegar maður sér þetta svindl sem bara... Og hvernig heldur þetta sé fyrir mig? Ég var hérna á þingi 2010 þegar þetta er ákveðið og þetta var fáránlegt. Það gátt allir gefið sér það. Það þarf ekki að hafa mörg orð hver staða ríkissjóðs væri á þessum tíma. En nei, það er ákveðið að fara í 10 ára verkefni. Gefa þessu 10 ár. Framkvæmdastopp í 10 ár. Framkvæmdastopp og ríkisstuðningur við strætó til að ná hlutfallinu 4 í 12%. Og eftir 10 ár það bara, hörðu, hér hafa ekki verið neina framkvæmdir í 10 ár. Hvað er þetta? Hvernig gerðist þetta? Hverjum er þetta að kenna? Hvern skal hengja? En maður pyrrar sig 2010 og svo býður maður, það koma áramót eftir áramót og þetta er ekkert að virka og svo eru 10 árin liðin. Jæja, hugsa maður, sjáuðu nú hvað þetta var vitlaust á sínum tíma. Nei, þá sjáuðu það ekkert. Nei. Framlengja. Ég hef þá kenningu að nú er búið að dekkja rúðurnar í strætóunum og ég veit það ekki en ég gef mér að það hafi verið undir þeim formerkjum að farþjónum liði betur svona þannig að sólin svona skín ekki með sama hætti á það og svona. En ég held að þetta hafi nú meira verið gert til að það segist ekki hversu fáir væru í strætó svona miðjan dag. Já. Og það er nú annað sem við þurfum að ræða seinna. Það er áraun strætóbílanna á samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins. Það álag er býsna mikið. Og Þórður Gunnarsson, hagfræðingur, sem er nú tíðu gestur í þjóðmálum Gísla Freys, hann var með 7 færsla status á X fyrir nokkru síðan, býsna góðan, það sem hann fór í gegnum þetta og niðurstaðan þar var býsna sláandi hvað varðar áhrif strætó, bílana sjálfra á gatnakerfið samanborið við fólksbílana. Við eigum þetta inni. Einhver tíman heyrði maður nú og ég hef heyrt þetta svo oft að maður svona fyrir að telja það staðreyndin. Það er nú kannski ekki alveg endur alltaf þannig. En einhvern tímann heyrði ég að stóri bílar eyði vegunum 5.000-falt meira í hverju ferð heldur en fólksbílarnir litlu. Já, þetta er í fjórðaveldi þunga öxultungans. Og þess vegna er það nú eitt af því sem að ég ætla ekki að segja fáa, en fáa. Eitt af því sem að Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra hefur haft rétt fyrir sér varðandi það er ekki gríðarlegu munur á svona áraun vegakerfisins af
Yaris og Land Cruiser. Nei. En síðan þegar bílarnir byrja að stækka eftir það, þá gerist þetta svo hratt. Já. Og hérna, ég nú Þessu innflytjendamálin. Já, það, þú veist, nákvæmlega, en sko, nú er ég að rifja upp eitthvað frá því fyrir rúmlega 20 árum síðan þegar ég var í, hérna, samgönguráðuneytinu, en mér minnir það, sko, það sé þannig að við, sko, ég held að líka skilyrði skipti máli, en sem sagt, munur á, sko, smábíl og fulllestuðum flutningabíl með, sko, hæsta lögleiða öxulþunga, geti þegar verst stendur á farið upp í 1 á móti 65.000 sem að það er auðvitað undantekningartilvik sko. En það sem þú nefnir með 1 á móti 5.000 það er nú ábyggilega bara svona bara grunnmunurinn. Áhvert. Þannig að og við sjáum það til dæmis bara vestur á fjörðum. Það er sko það er munur á akreinunum á því hvort að það eru bílar sem keyra vestur með frauðplastkassa eða svona aðra hefðbundna vöru eða fullir af verðmætum laxi sem er þyngri sko. Þannig að þetta er bara raunveruleikinn sem vegakerfið stendur frammi fyrir. Og og þetta er en síðan er auðvitað flækjufóturinn í þessu að sko vandinn er auðvitað sá að sko burðarlag og annað er kannski svona í grunninn og svona holt og bolt ekki af bestu gæðum hér heima. Þannig að þetta er dálítið snúið verkefni við eiga. Hefur eitthvað breytt þessari stöðu að farið var að blanda þannig sólblómaolíunni eða smjörleikin út í Nei, bara ekki frekar en þegar blandaði 7up út í þetta sko, en sko þetta er, ég held að gagnrýnendur þess að vera í þessum íblöndunaræfingum, hvað þetta varðar, rétt eins og með eldsneytið á bifreiðarnar, hafi mikið til síns máls. Já. Og við séum dálítið í því að spara aurinn og kasta krónunni í þessum efnum. Sigríður Ásthildur Andersen náttúrulega sturlast ef að þessi íblöndunarefni eru nefnd. Já, maður bara óttast að fá lóð í hausinn sko, þegar þetta er nefnt sko, og réttilega sko, þetta er auðvitað þvæla, fullkomið þvæla. Þannig að en sko partur af þessu og kannski grunnurinn að því að menn eru svona hjá Vegagerðinni og þeir svona ég hef samúð með þeim hvað þetta var því að Vegagerðin er auðvitað sett í þá stöðu að þurfa að teygja hverja krónu býsna langt. Já. Og þá finna menn sig í þeirri stöðu að spara aurinn og kasta krónunni. Og ég held að það væri sko verulegu munur á nýtingu fjármuna til Vegagerðar ef að menn gætu svona haft meira svigrúm og það er hægt að gera með því að bara stækka verkefni og lengja í og auka svigrúm og þar til götunum. Þannig að ég held að sko við séum að fara mjög illa með þann pening á köflum sem að settur er til uppbyggingar samgöngukerfisins og á sama tíma þá þetta blasir við að við erum ekki að setja nema sko minni hluta þess sem tekna af akstri og ökutækjum og þá er ég alveg að halda virðisaukanum utan við það. Akkurat. Til uppbyggingar og viðhalds vegakerfisins. Þannig að, og svo eru þeir sem að telja sig þurfa að réttlæta fyrir syndir sko, þeir hanga á sko gömlu eyrnamerktu tekjustofnunum. Já. Sem auðvitað voru sko sleiknir af 2016, 2015 sem lögum opinber fjármál gengi gildi. Allavega í tíð ríkisstjórnar þinnar og allt í góðu með það og það er ekki vandamál. Já, samt það var búið að vinna þessum lögum með opinber fjármál. Frá því löngu fyrir kannski. Já, og menn voru svo rosalega spenntir fyrir þessu í fjármálaráðuneytinu. Og kosturinn við það var átt að vera sá að það verið svona yrði meira litið til þess að greina á milli fjárfestinga sem myndi skila ávinningi til framtíðar og annars. Það var nú bara mjög fínt en hefur bara ekki verið gert. Því miður, ég held, og ég hef svo sem sagt þetta áður fyrir löngu síðan, hérna í þinginu og annars staðar, ég held að þetta hafa bara ekki gengið upp. Ég held að við verðum að sætta okkur það að þessi lögum opinber fjármál eins og þeim var nú hampað á sínum tíma. Þetta virkaði ekki. Við þurfum að gera þetta einhvern veginn betur og öðruvísi. Já, akkurat.
og það hefur nú pirrað mig lengi sko þessi, ég er nú sérstakur áhuga maður kostninga, nei ekki kostningar, jú, kostningar líka, en kostnaðarmat, Já. sem sagt áhrifamat frumvarpana, Já, já, en það er bara áhrif á ríkissjóð. Það er þetta fáránlegt að það sé ekki hluta þessum reglum, að það sé áhrifamat á fyrirtæki og heimili já, já, og einstaklinga. Því að það eru þetta vonlaus stað að fjármálar á þeirra röltin í þingsal mæli fyrir máli já, og segir síðan bara, já, þetta verður engin áhrif á ríkissjóð. já, Nei, það eru þetta staðan að þetta hefur áhrif á fyrirtæki og heimili. já, já, akkurat. Og það er allt og mörgum sama. Já, Heyrðu, við förum að finna að styttast í teipinu. En byrjar á þessu. byrja ég á þessu. Heyrðu, en það er eitt á léttu nótunum áður en við hættum. En eitt bakslagið. Já, Og þá er ég ekki að tala um bakið á mér, sem hefur orðið fyrir nokkrum slíkum undanfarið. já, Heyrðu, ísbirnir á Svalbarða þyngri og heilbriðari en áður. herðu, Þetta fyrir þá sem er að sækja styrki til að rannsaka og halda því fram að ísbirnirnir sé að deyja út, þá voru þetta ekki góða fréttir. Þetta en var það sem raunverulegt ég spyr bakslag. mig er, hvernig gat einhver fengið styrk til að rannsaka þetta og þorað að skila þessari niðurstöðu? Já, það er reyndar mjög góð spurning sem ég held að ég eigi ekki svar við. Það kemur ekki fram í fréttinni, sýnst mér. En Og þessi fréttir á ríkisútvarpinu, RÚV.is, já, og það er nú ekki víst að menn séu svona holt og bolt svag fyrir, en þeir tala við vísindamanninn Jón Arns í samtali, nei, hann ræddi við BBC, já, það minnir mig á það. Tökum það í næsta þætti, staðan í Palestínu. Það þetta er bara til að hjálpa mér að muna. Það er þetta viðtali á BBC sem að ítir við þeirri mynd. þú boðar Palestínu umræði í næsta þætti og ætla svo ekki að segja meira núna. Nei, Ok, já, þegar ég var á leið skilum hann eftir í lausulofti. til sjúkraþjálfansi á mánudaginn, ég ætla svona til að aðeins útskýra, þá var ég að hlusta á BBC World og það var viðtal við Það var ekki segja neitt meira. Nei, akkurat, það er rétt. Við geymum þetta. Já, Herðin, það er allavega þannig að ísbirnirnir eru feitur og pattarlegir sem aldrei fyrr já, og þetta er bara þrátt fyrir allar dómsdagsbátnar sem að gengi það yfir og segir þessar góðu fréttir af þyngd ísbjarna, það er nú gott fyrir okkur að það sé plús að vera þungur en við höfum kannski gengið full hratt gleðina dyr í þeim efnum. En þessar góðu fréttir af ég held að þetta var mjög skemmtilegt ef einhver efnilegur háskólanemi væri til í að ráðast í rannsókn þyngd miðflokksmanna, fylgjast með okkur svona yfir 1 ár eða svo. Já, það yrði, ég hugsa að það væri bara mjög margir til í að styrkja þá rannsókn. Það við getum meira svo opnað svona OnlyFans rás þar sem yrði Ég róaði nú ekki. selt inn á að fylgjast með þessu og sem gengi til stuðnings Miðflokksins. Heyrðu, þessa góðu fréttir á þyngd ísbjarna, já. Heyrðu, þeir fundu downside en sem sagt en allavega ástæða þess er að þeir eru þetta bara að borða miklu betri mat núna eftir að þeir eru ekki bara liggjandi á ísnum dagana langa og býðast þeirra stöku selur gerir sér tilkipilegan. Og það er auðvitað bara það sem við væntanlega mun halda áfram. Menn og dýr aðlaga sér breyttum aðstæðum, rétt eins og menn munu aðlaga sér því að hitast í jarðar hækki nokkra komur. En þessa frétt verið að segja, Bergþór, þetta er, þáttur 132, sagður. Já. Og mér finnst hún til vitnis það hvað við erum í takt við tímann og fylgjumst með. Ég man ekki betur en að við höfum áður fjallað vöxt og viðgang ísbjarnastofnsins. Jó, mér ámæri Jafnvel snemma á svona í fyrri þáttum. Því að þessi frétt er fyrst og fremst staðfesting á því sem hefur komið fram áður. Að ísbirnir hafa bara betra en nokkuð áður, allavega í mjög langa tíma, frá því að farið var að fylgjast með þeim. Og stofninn hefur stækkað umtalsvert. Og nú eru þeir feitar og pattarlegri. Já, en samt er haldið áfram að auglýsa að það þurfa að styrkja
ísbjörnina og bjarga þeim með því að hætta að keyra á milli staða eða kaupa vörur eða hvernig sem menn ætla að gera það. Og þetta er eins og með kóralrifin, annað mál sem við sögum einhvern tíma frá hérna. Sem hafa aldrei verið í betra standi. Aldrei verið betra standi og bara menn voru furðu lostnir þarna í Ástralíu. Herðu, þetta kóralrif sem voru búin að vera fréttir í 20 ára væri alveg að deyja, þetta stórkostlega kóralrif austur af Ástralíu. Herðu, það var bara komið í toppstand. En breytti ekki því að svo liðu 2 ár og þá kom aftur fréttir hvað ætli sé að gerast með kóralrifin. Já. Þannig að nú er þessi þáttur búin að vera það lengi í gangi að við erum farnir að geta vísað í það sem við fjölluðum fyrir löngu og töldum að væri þá komnar fram staðreyndir en svo gerist það í millitíðinni að hvað sem líður staðreyndunum þá ákveða menn að halda áfram með boðskapinn. Já. Eins og staðreyndirnar hafa ekkert birst eða komið þannig hvergi við sögu. Með öðrum orðum í þessum þáttum er hægt að fylgjast með því í rauntíma hvernig umræðan oft á tíðum er aftengd raunveruleikanum. Jafnvel þegar staðreyndirnar birtast í vísindalegum rannsóknum þá líður ekkert á löngu áður en að það er farið að líta fram hjá því, svo birtast staðreyndirnar aftur og aftur er sagt frá þeim í sjónvarpslausum 50 dögum og svo liðir einhver tími og þá kjósa menn að gleyma staðreyndunum á ný. Akkurat. Manst eftir einhverju atriði sem að við höfum þurft að skipta skoðun á síðan fyrsti þátturinn fór í loftið eða yfir höfuð síðan Miðflokkurinn kominn á þing 2017? Nei, ég man það ekki. Ég er ekki útilokað ég vildi reyndar gjarnan að þú skiptir skoðun á fótboltaliði en já. annars eðlis. Já, svo tókst þetta heldur bara áfram en ég man ekki eftir neinu svona í fljótu bragði en hérna hlustendur sem að eru tilbúin til að leggja það á sig að hlusta á þessa 132 þætti gætu viljað leiðrétta okkur og við tökum því það bara vel. Það er velkomið. Við skulum ekki bara lofa því að upplýsum það í næsta þætti ef það er raunin. Jú, ef einhver hlustar á alla þættin í miðltíðinni. Já, það eru hlustendur þannig úti sem ég veit að hafa hlustað á alla. Já, allavega, við erum móttækilegir fyrir ábendingum. Herðu, í blálogin eitt örsnögt nöldurhorn. Já, nöldurhorn að snúa. Nöldurhorn hefur verið vanrækt lengi og eins og afmælisþáttur. Auðvitað sko til skammar að hafa ekki sinnt því. En ég var að koma erlendis frá núna á föstudaginn síðasta. Og þá og var í fríhöfninni og fór svona heldur, var í flugstöð Leifs Eiríkssonar og fór svona heldur létt í gegnum fríhöfnina. En þar sem ég var að borga það sem ég keypti þar, þá sá ég og veitti athygli að pokarnir voru svona meira þunnildi heldur en áður var. Þessi fjölnota, þessi fjandans fjölnota. Nú eru meira sér fjölnotapókarnir orðnir lélegir. Já, heyrðu, og það var bara þannig, ég var nú ekki neinu vandræðum með það sem ég var að bera, en hugsaði bara helvíti þetta orðið lélegt. Af því að þetta voru frábærir plastpókarnir í fríhöfninni. Þeir voru frægir, þeir voru frægir fyrir það að vera mjög sterkir og góðir. Með mikið notagildi. Hvað ætli þeir hafi urðað eða brent eða hvað sem er gert við þetta marga 10.000 plastpoka þegar menn ákváðu að vera umhverfisvænni en allir hinnir. Þú spyrð ekki að ástæðulausu því að fríhöfnin að mér skilist var nýbúin að kaupa birgðir heilan gám á þessum pokum. Bestu pokar í heimi. Já, það voru frábæri pokar og Reyndar gömlu plastpokarnir úr ÁTVR voru líka alveg feiknagóðir. Já, það er líklega fyrir mína tíð. En allavega fríhöfnapokarnir voru mjög góðir og gömlu hagkaupspokarnir eins og ég notaði þessum skólatösku árum saman. Já, það var ekki hagkaup í Borgarnesi á þeim tíma. Nei, ok. Allavega, þessu var slaufað á einhverjum tímabóti og rétt eftir að búið var að kaupa gáminn.
Manstu hvernig þetta fór? Eitthvað sem var selt, einhvert út eða... Ég sé ennþá eftir að hafa ekki reynt að kaupa svona 20.000 plastpoka fyrir sjálf á mig. Ég líka. Sko, það hvarlaði á mér þegar á þeim tíma og ég spurðist fyrir, getur maður keypt nokkrar rúllur? Já, ég fekk ekki svör við því. En ég held að einhvað sem við selt líklega til útlanda en mikið af því hafi farið í tættaran. Já, þetta fór í einhvers slags endurvinnslu, sko, sem er auðvitað sóun í sjálfum sér, sko. Algjör sóun, fullkomin sóun. En sko, þetta er, já, þetta var, þarna fór góður biti í hundskjaft. En hérna, já, svo ég kom aftur að hérna þunnildunum sem er núna svokölluðu fjölnótapokar í fríöfninni í hérna Keflavík. Þá var þarna einhvern konugrey sem hafði keypt sér 6 vínflöskur, hvítara rauðar, ég veit hann ekki, sko. Og hún tekur þetta búin að afgreiða sig sjálf og borga og svona, og auðvitað gefa höldurna sig. Nei. Þetta er ekki, þú veist, bara, heyrðu, ekki taka á okkur poka, þú veist, bara nógu nú samt í þessu umhverfisrugli. Bara, heyrðu, þú veist, bara ekki gera þetta. Það er kannski ekki hægt að kenna Ísavía þetta eins og margt annað. Er ekki komið einhver þýskt fyrirtæki sem búið að taka í fríöfni, ætla þetta sé þeim að kenna eða er þetta húsreglurnar frá Ísavía? Það gæti verið, sko. Það var nú örugglega verið, sko, í útboðsreglum Ísavía, bara verið eins grænir og nokkuð gott. Já, án efa. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Nei, það verður að laga þetta. Það verður hérna fólk sem... Það áttu marga fjölnóta poka heima þér. Svona 200.000. Það er bara þannig, það þarf að byggja stærri hús í dag til að fólk hafi pláss fyrir alla fjölnótapokana sína. Nei, þetta er, sko, ég á svo marga fjölnótapoka að það er átakanlegt. Og ég er ekki komin að því, sko, þessi þarna lélegu, það er hægt að nota þá í ruslið. Þessir hörðu, þeir eiginlega, það er ekki hægt að nota þá í neitt, svona annað en að bera vörur og kannski svona, einhverju getur notað þetta sem svona sundtösku, en ég held að menn vilji það nú almennt ekki. Það er nú annað mál úr sögu þáttanins, einhvern tímann ræddu við það þegar þessar reglur voru að taka gildi að það var búið að reikna það út að umhverfisáhrifin af einum fjölnótapoka væri á við 273 hefðbundna plastpoka. Erum við þá að tala um að mitt eignarhald á fjölnóta burðarpokum samsvaraði, býtunum við. Fleiri þúsundum plastpoka. Ef menn hefur sleppt í að láta þið taka allar sér fjölnótapoka, bara látið plastpoka duga, þú hefur getað notað á undir sorpið, á þess að þurfa að fara í búðin og kaupa sérstaka sorppoka. Sem allir gera. Sem allir þurfa að gera, já. Hringráðs lífsins hefði bara fengið að halda áfram, þá hefði mátt spara sem nemur, bara í þínu tilviki, fleiri þúsundir plastpoka eða áhrif þeirra á umhverfið. Já. Þetta er allt sýndamennska. Því miður, já, og við höfum bent á það í þessum þætti frá upphafi. Nákvæmlega. Heyriði kæru áhorfendur, nú fyrir við að setja punktinn aftan við í þessum þætti. Já. Nú er ég orðinn svo þreyttur. Við setjum hérna seint á miðvikudagskvöldi. Langur dagur að baki. Þetta er búið að vera gott. Það er búið að lofa Palestínu og strandveiðum. Já, ég býð spenntur að sjá hvað það er að gera með Palestínu og eflaust áheyrendur líka. Það verður... Já. Þetta verður gott. Það er að trilla Möggustínu og mannskapinn. Já, ég held að það endi þannig. Okay. Það verður ekki mér að kenna. Nei, auðvitað ekki. Þú ert bara óháður sagnamaður. Já, ég er bara eins og fjármálaráðherra. Já. Hann svona aktar sem álitsgjafi, bara ekki sem áhrifamaður. Heldur bara, það er margt í mörgu og ef þetta væri svona þá væri margt öðruvísi og hins einn. Ja. En við köllum þetta gott núna og heyrust aftur af vikuliðinni. Það verður stuð í þinginu, það reyndar ekki 2 þingfundir. Það er þingfundur á morgun fimmtudag. Já.
þar sem verður nú, ég ætla nú bara svona áður en við Það slítum. eru alþjóðanemndirnar. Já, það er alþjóðadagur á morgun. Það er það er kannski hóflegt stuð en þú ætlar að ræða við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í fyrirspurnatíma, er það ekki? Já, óundirbúnum fyrirspurnatíma, en ef hún hlustar á þáttinn í kvöld, Þá hefur þú verið vöruð við, já, forsætisráðherra góður. ég ætla að ræða það sem við ræddum hér í upphafi þáttar og spyrja hann út í afstöðu hennar til aðgerða ríkisstjórnarinnar og áhrifa þeirra á verðbólgu nú þegar að enn meira hefur komið í ljós þau mál, nú síðast með vaxta, hvað kallar maður það, jafnvægi, vaxta tilkynningu Seðlabankans. Það eru meiri fréttir í textanum og skýringunni heldur Já, en og textana sem því fylgdi. ákvörðunum um að halda vöxtum óbreyttum. Já, og svo þetta með að sleggjan sé notuð á hagkerfið og verðmætasköpun og þannig einn á verðbólgunni niður með því að brjóta niður hagkerfið og framleiðsluna. Hefur einhverjum, svona í seinni tíma sögu, hefur einhverjum dottið þetta til hugar? Ég held raunverulega hafi Vinstri grænum ekki. Nei, og ef einhverjum hefði þetta í hug þá var það Vinstri græni sem að svona stundum döðruðu við það að vera á móti hagvexti en eini flokkurinn sem ég man eftir, ég er nú eldri en þú, eini flokkurinn sem ég man eftir hafi raunverulega verið á móti hagvexti var Kvennalistinn. Og vakti talsverð athygli þegar maður var að horfa á fréttinar 1987, 12 ára, að Kvennalistinn held ég hafi ályktað gegn hagvexti. Já, ég er svo mikið yngri en þú að ég man ekki eftir þessu. Í praxís náttúrulega er það stefna VG og að því virðist ríkisstjórnarnir núna, en einu flokkurinn sem þarf að segja það var Kvennalistinn. Já, það er þó allavega, það má virða það. Mm. Heyrði, kæru áhörundur, takk fyrir að hlusta í dag. Við heyrumst eftir að viku liðinni með nýjan stútfullan þátt af sjónvarpslausum fimmtudögum. Takk í dag, bless. Takk fyrir, bless.